Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá okkur í dag. Við ætlum að lofa Guði saman. Amen. Amen. Halleluja.
sé styrkur okkar í dag. Halleluja. Það stendur í Lúkasi 1:37. En Guð engin hlutur megn. Honum engin hlutur megn. Þannig að stillum hug okkar inn á það. Við stefnum út við Guð í dag. Þennan sem engin hlutur megn. Setjum hug okkar þangað. Lofum hann fyrir það. Að honum engin hlutur megn. Halleluja. Takk Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't came and went, blew, and my house was built on You. I'm safe with You. I'm gonna make it through. Rain came and went, blew, and my house was built on You. I'm safe with You. I'm gonna make it through. Rain came,
Takk, Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. Í upphaf alls var orðið og orðið myndi bráðum verða hól. Aðeins einn fæddist til að frelsa, Jesús. Lífið var ljós og ljósið skín og ríki ljóssins en aldrei ganga á grunn. Að týndum leitar til að frelsa, Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar fær sjó, hann stendur í eldinum velgir. Sem ljón valdir hefur, sem lambeitur var, hann kemur og læknar öll veiki. Jesús, hans nafn gott, nafnarna í vörðum, og ljóðin hans syngja myrkrið í. Því röddin hans stillir hvassan storminn. Hann Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar fær sjó, hann stendur í eldinum velgir. Sem ljón valdir hefur, sem lambeitur var, hann kemur og læknar öll veiki. Jesús, Messias, mig frelsar, það öflugt, Jesú nafn. Þú ert hjálp mín og minn klettur, það öflugt, Jesú nafn, Jesú nafn. Þú gengur á vatni, þú stöðvar fær sjó, þú stendur í eldinum velgir. Sem ljón valdir hefur, sem lambeitur varst, þú kemur og læknar öll veiki. Þú gengur á vatni, þú stöðvar fær sjó, þú stendur í eldinum velgir. Sem ljón valdir hefur, sem lambeitur varst, þú kemur og læknar öll veiki. Jesús, það enginn sem þú, Jesús. Það enginn sem þú. Halleluja. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir þessa stund hér í dag, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að við getum komið fram fyrir þig hér í dag, elsku Drottinn minn. Faðir minn, við bara komum fram með bænarefnin okkar fram fyrir þig hér í dag, Drottinn minn. Faðir minn, þú þekkir eitt og sér hvert bænarefni sem á hjörtum okkar, Drottinn minn. Og Faðir minn, við bara leggjum fram hér í dag, Drottinn minn. Faðir minn, þeir sem þurfa á lækningu að halda, Drottinn minn, viltu koma með lækningun í líf þeirra, Drottinn minn.
Faðir minn, þeir sem þurfa nýja von í dag, Drottinn minn, viltu veita þeim nýja von í dag, Drottinn minn. Faðir minn, þeir sem þurfa á lausnahaldi í dag, viltu ég biðja þess að fjötrar megi falla og lausn megi koma inn í líf fólks, Drottinn minn. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að við getum beðið og þú svarar, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að þú svarar bænum okkar í dag, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir þau kraftaverk sem að þú hefur þegar gert í lífum fólks, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir. Faðir minn, ég biðja að snerta við einum og sérhverjum sem hér inn í dag, Drottinn. Drottinn minn, við þakka þér fyrir þína yndislegu nærveru, elsku Faðir. Heilagi himneski Faðir minn. Faðir minn, viltu tala til okkar í dag, Drottinn minn. Faðir minn, bara biðja þess að við megum öll opna hjörtun okkar fyrir þér, Drottinn minn. Að við megum heyra þitt orð, Drottinn minn. Að við megum hungra og þyrsta meiri af þér, Drottinn minn. Að því að við þráum það eitt að vera í nærveru þinni, að líkjast þér, Drottinn minn, og ganga út á þitt orð, Drottinn. Það orð sem þú hefur gefið hverjum og einum til heilla en ekki til óhamingju, Drottinn. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að við getum stigið út á það orð sem þú hefur fyrir líf okkar, Drottinn. Og faðir minn, ég þakka þér líka fyrir þær köllun sem eru yfir lífi hvers og eins, Drottinn minn. Þú hefur sett köllun í lífs fólks, Drottinn minn. Og ég biðst, Drottinn minn, að fólki okkar hér í salnum og heima sem eru heima bara vakni og stígi út djörfung á þá köllun sem þú hefur fyrir þau, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn. Faðir minn, og ég bara þakka þér fyrir veginn. Ég þakka þér fyrir að hún hefur staðið í öll þessi ár, Drottinn minn. Og ég biðst, Drottinn minn, og ég bið líka fyrir öllu þeim sem hafa komið í gegnum þessa kirkju. Faðir minn, bara viltu blessa þetta fólk og ég biðst, Drottinn minn, og þú megi vekja fólkið aftur, hungur eftir þér, Drottinn minn. Og ég biðst að þessi salur megi fyllast af fólki sem að hungrar eftir meiru af þér, Drottinn minn. Og ég biðst líka að við megum taka utan hvort annað þegar að einn hlekkur veikur eða þegar að við erum beygð eða brotin, að við megum sem kirkja standa við baki á hvort öðru og standa vörðum hvort annað, Drottinn minn. Takk, elsku Faðir, að þú gefur okkur augu sem sjá og eyru sem heyra, Drottinn minn. Takk, heilagi Faðir minn. Og Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að Miriam tala til okkar í dag og þú ert búin að gefa henni orð sem hún ætlar að tala til okkar, Drottinn minn. Ég bið að smyrja varir hennar þegar hún talar út þitt orð hér á eftir, Drottinn. Og ég bið þess, elsku Faðir minn, að við megum heyra það sem þú hefur segja hér í dag, Drottinn minn. Í Jesú heilaga nafni. Allir líðurinn sagði amen, amen. Það er svo gott að koma saman og biðja saman. Og svo gott að koma saman og lofa Drottinn. Amen. Í kvöld klukkan 6 hittast unglingarnir okkar. Þeir hittast á sunnudagskvöldum milli 6 og 8. Þannig ég hveti þig ef það er unglingur í kringu þig að láta hann vita eða láta hana vita. Guðrún Helga fer fyrir unglingunum okkar og þau eru að lesa saman. Þau eru að læra að þekkja Jesú meira sem er dýrmætt. Það er mikið hungur í börnunum okkar. Þannig ég hveti ykkur til þess að láta vita. Alla þriðjudaga milli 6 og 7 eru bænastundir sem að Jón Hjörtur leiðir og líka á sunnudögum klukkan 11 eru bænastundir fyrir samkomu. En ég hveti ykkur til að taka þátt í því sem er að gerast. Það er mikið framöndan. Og svo vonumst við auðvitað til, og það er ýmislegt í gangi, en við vonumst auðvitað til að barnastarfi fari af stað fyrr en varir. Og við höldum áfram að biðja fyrir því. Amen. Amen. Við fáum tækifæri til að gefa inn í Guðs ríki fyrir þá sem það vilja. Já, ég ætla bara að fá að lesa. Það stendur í 2. Kórinthubréfi 9. kafla og 7. og 7. versi. En þetta segi ég, sá sem sái sparlega mun og sparlega uppskera. Sá sem sái ríflega mun og ríflega uppskera. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Við veljum að gefa. Ef við getum gefið þá veljum við að gefa. Stundum er það áskorun, en þegar við veljum að gefa, þá er það oft þannig að Guð opnar fyrir blessanir inn í líf okkar. Það er svolítið svoleiðis. Þannig að kirkjan er byggð á gjöfum
okkar allra. Þannig að já, við skulum halda áfram að lofa Guð. Það er posi hérna aftast, það eru upplýsingar hérna á bakvið, svo skulum við halda áfram að lofa Guð. Amen. Þér sé lof, drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leyf mér að tigna þig. Syng ég lofsöng til þín, lofa þig, leyf mér að tigna þig. Sólin rís, dagur nýr saman, ég syng þá lofsöng þinn á ný. Og hvað svo sem gerist á göngu þennan daginn, gef mér að syngja það til róna sín. Hér sé lof, drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leyf mér að tigna þig. Syng ég lofsöng til þín, lofa þig, leyf mér að tigna þig. Þín ást er rík, þú seig til reiði. Þín lausn er mikil, þú elskar mig. Gæsku þína vil ég glaður syngja. Þú gafst mér ástæðu að lofa þig.
are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Halleluja, Jesus. Þín dýrðin, Drottinn minn og Guð. Þín dýrðin, Guð. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Hira la la, hira la do, hira la 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 do, Jesus. Þín dýrðin, Guð.
ekkert hindrar mig, þig lofa við. Drottin þínar dvel mér hjá, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Drottin þínar dvel mér hjá, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Heyrið þig, veröldin öll hneigir sig, sérðu sá, jörð, tungl og sól játti þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa við, og í sannleika ég tilbið þig. Drottin þínar dvel mér hjá, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Drottin þínar dvel mér hjá, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Syngið lov, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna við, halleluja, kom þú drottinn minn. Syngið lov, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna við, halleluja, kom þú drottinn minn. Syngið lov, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna við, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus. Drottin þínar dvel mér hjá, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Drottin þínar dvel mér hjá, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Drottin þínar dvel mér hjá, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Drottin þínar dvel mér hjá, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Bara þráum að vera í þínu nærveru í dag, drottinn Jesús. Þráum að koma fram fyrir náðarhásæti þitt, drottinn Jesús. Drottinn Jesús, konungur konungana, drottinn drottnana. Skapari himins og jarðar, við erum komin í þína nærveru.
Ég þakka fyrir að þú ert hér, Drottinn. Þín nærvera hér, þinn andi hér, Drottinn Jesús. Ég bið að tala til okkar í dag, Drottinn. Ég bið að gefa okkur eyru sem að heyra það sem að þú vilt segja, Drottinn Guð. Gerðu hjört okkar bara tilbúin fyrir það sem að þú vilt segja fyrir þitt orð, Faðir. Að við mögum vera sem góður jarðvegur þar sem að þitt orð kemur og sest, Drottinn Guð, og skýtur rótum og vex og ber ávöxt í lífum okkar, Faðir. Að þitt orð megi bera ávöxt í lífum okkar, Faðir. Að þitt orð megi draga okkur nær þér í dag, Drottinn Guð. Að þú megir opinbera okkur þitt orð í dag, Drottinn Guð. Opinbera okkur fyrir okkur hver þú ert, Drottinn Guð. Að þú megir opinbera hjarta þitt fyrir okkur í dag, Drottinn Guð. Ég þakka þér fyrir hversu mikið þú elskar okkur, Jesús. Og ég vil bara segja þér að við elskum þig. Við elskum þig, Jesús. Við þráum þína nærveru, við þráum þig, Jesús. Þess vegna erum við hér í dag, Drottinn. Að við þráum þig, við þráum að mæta þér í dag, Drottinn. Takk fyrir þína nærveru, heilagi Faðir. Takk, Drottinn Guð. Halleluja, Jesús, Jesús. Halleluja, Jesús, Jesús. Við bara lofum þig í dag, Jesús. Við lofum þig í dag, Jesús. Sjá okkur í dag, kæru vinir. Halleluja, ekki yndislegt þegar maður kemur fram fyrir Drottinn í nærveru hans. Þegar við getum dvalið í hans nærveru, í lofgjörð til hans. Amen, halleluja. Við erum með yndislegan gesti á okkur í dag, Miriam von Rhodes. Was it right? Rhodes, like the piano. Miriam von Rhodes. Yndisleg vinkona kemur frá Sviss, er það ekki? Já. Hún kom hér fyrst út af Million Month sem var á þessu ári og hún sest hér að því að hún elskar þessa þjóð, land okkur og þjóð og við erum blessuð að hún skuli vilja vera hér á þessu landi og þjóna Guði hér. Þannig að hún hefur með orð til okkar í dag. Verum eftirvæntingarfull og tökum á móti sem að Guð vill segja við okkur í dag. Amen. 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 Góðan daginn. Can I have the light a little bit down? I'd like to see the faces. Aðeins minnka ljósið í andlitið. And then I have an invitation for you. If you sit in the back rows, og ef þið sitið aftast, can I challenge you this morning to come in front? Má ég skora á ykkur að færa ykkur fram nokkra bekki? Because we're going to do something this morning what was very common in the New Testament early church. Þegar við ætlum að gera eitthvað núna í morgun í dag sem var mjög algengt So I want to í invite Nýja you, don't be Testamentskirkjunni. shy. Ekki vera feiminn. There are some spaces here in the front Það row. alveg pláss hérna á fremstu bekkjunum. Yes, awesome. Frábært. Actually, I was looking for my friend. I'm in the group with in Alpha. I'm doing Alpha right now at Vegurinn. Ég í Alpha námskeiðinu hérna í veginum. So he was singing a song last Wednesday when we had Alpha, and I want you to stand up and sing this with me. Mér langar svo að þið syngi með mér lag. Because I want to invite you to look and listen to my sermon Því ég vil að þið sjáu og hlustið á through þjónustuna the í dag eyes of this song. It's very easy. í gegnum augu á þessu Now, lagi. don't focus on my voice. I'm not a singer. Ekki hlusta á bara röddinu minna, ég er ekki söngvari. The older ones among us, you will know this song.
Þið sem eru eldri í trúnni, þið þekkið þetta lag. And I will encourage us, we are the body of Christ. Við erum líka með Krist. We're singing this to each other. Við erum að syngja þetta til hvers And it goes annars. like this. Það svona. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Amen. Amen. So as I'm taking you through a book in the Bible, I want you to keep this in mind. Og þegar ég fer með ykkur í gegnum bók í Biblíunni, þá vil ég að This þið is hafið the þetta í huga. reason why we're here for today. Þetta ástæðan fyrir því að við erum hér í dag. Because Jesus is coming back. Af því að Jesús, hann kemur aftur. So today, first of all, I want to really thank you, Assis and Halfdan. Og í dag þá vil ég þakka Ásdísi og Hálfdáni. Thank you for opening your home to me. Þakka ykkur fyrir að opna heimil ykkar fyrir mér. Inviting me to your table Að bjóða mér að borði ykkar. and offering family to me beyond being here in this building. Og bjóða mér fjölskyldu umfram það sem I really hér, appreciate þessari that. byggingu og ég þakka Thank you ykkur for the fyrir það. elders in this church for your work. Þakka öldungunum í I kirkjunni honor you for fyrir your ykkar verk faithfulness. og trúfesti ykkar. And I pray that your dog will love me as you do. Og ég bið fyrir A little hundurinn bit of an ykkar. insider. It appears the family dog is not yet warmed up to me, Fjölskyldu hundurinn er ekki alveg búin að meðtaka hana. but he likes my legs. So, En henni At henni least- líkar við lappirnar hennar. but today I'm going to take you through a whole book actually in the Bible. Í dag þá ætla ég að taka ykkur í gegnum heila bók. If you have your Bible with me, open to me to the second last book in the Bible. Ef þið eru með biblíunar ykkar í dag, þá skulum við opna á næst síðustu bók biblíunar. It's a tiny letter, 24 verses. Mjög stutt bref, 21 vers. The book of Jude, as we say it in English. Hið almenna bref Júdasar. The Hebrew name would be Judah. Júda myndi vera hebreska orðið. But we call it Jude. Við segjum Júdas. So Jude is the half-brother of Jesus. Þessi Júdas, hann er hálfbróðir Jesús And also we see that later on in the verse, he is the half-brother to James. og hann er hálfbróðir Jakobs. And just as we know from his other brothers in what the Gospels tells us, Og það sem við vitum frá hinum bræðurum hans úr Guðspjöllunum, he came to faith after Jesus' sacrifice on the cross. þá komst hann til trúar eftir að Jesús færði fórn sína á krossinu. His eyes to Jesus the Christ were only opened after Jesus died on the cross. Og auga hans opnuðist eftir að Jesús dó á krossinu. But Halfdan is going to read the Ég ætla að lesa letter to you. allan kaflan And the reason why I ask you to come in front, because this is New Testament customs. og af hverju ég baði ykkur að koma framar af því það var, svona var það gert í Nýja testamentinu. When the apostles would write a letter to the church, they would come together and someone would read it to the whole congregation. Þegar þeir skrifuðu bréf til safnaðarins, þá kom söfnuðurinn saman og þeir lásu bréfi til safnaðarins. And so let's listen to the proclamation of the Og við word. skulum hlusta á orðið. Hið almenna bref Júdasar. Júdas, þjónn Jesú Krists, bróðir Jakobs, heilsar þeim sem Guð faðir elskar og hefur kallað og Jesús Kristur varðveitir. Miskunn, friður og kærleiki margfaldist með ykkur. Þið elskuðu, mér var það ríkt í huga að rita ykkur sameiginlegt hjálpræði okkar. En nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvetja ykkur til að berjast fyrir þeirri trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. Nokkri menn hafa laumast inn í söfnuðinn. Það eru óguðlegir menn sem misnota náð Guðs okkar til taumleysis og afneita okkar eina lágvarði og drottni Jesú Kristi. Fyrir löngu var ritað þann dóm sem biði þeirra. Ég vil minna ykkur á þótt þið viti það allt að drottin frelsaði líðin úr Egyptalandi en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu. Minnist englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfu eigin bústað. Guð hefur geymt þá í myrkri í ævarandi fjötrum til dómsins á deginu mikla. Gleymið ekki heldur Sódom og Gómoru og borgunum umhverfis þær sem dríkt höfðu saurlifnað á líkan hátt og englarnir.
og stunduðu óleyfilegt kynlíf. Guð setti þær til viðvörunar og refsaði þeim með eilífum eldi. Á sama hátt Sörgá og þessir draumviltu menn líkamann metað engu drottinvald og lastmæla himna verum. Eigi dyrðist einu sinni höfuðengillinn Mikael að saka djöfulinn guðlast, hann átti í orðadeilu við hann líkama Móse, heldur sagði, drottin refsi þér. En þessir menn lastmæla öllu því sem þeir þekkja ekki, en það sem þeir skilja af eðlis ávísun sinni eins og skynlausa skepnur verður þeim til falls. Vei þeim því að þessir menn hafa gengið á vegi Kains og sögt sér í villu Bíleams af gróðafíkn, gert uppreist gegn Guði eins og Kóra og tortímst. Þeir eru smánarblettur á kærleiksmáltíðum ykkar þeir sitja að veislu með ykkur og háma í sig blygðunarlaust og hugsa aðeins eigin hag. Þeir eru eins og vasslu ský sem rekast fyrir vindum, eins og tré sem bera ekki ávöxtað hausti, steindauð og rifin upp með rótum. Þeir eru eins og ofsalegar hafsbylgjur sem freyða eigin smánarverkum og stjörnur sem hafa farið út af braut sinni og eiga dýpstu myrkur í vændum til eilífðar. Þessa menn spáði Enok líka, 7. maður frá Adam, hann segir, sjá drottin kominn með sínum 1000 heilagra til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla óguðlega menn seka öll þau óguðlegu verk sem þeir hafa dríkt og öll þau hörðu orð sem óguðlegu syndarar hafa talað gegn honum. Þessir menn eru síkvartandi og kenna öllum örlög sín og lifa eftir girndum sínum. Munnur þeirra mælir ofstoppa orð og þeir smjaðra fyrir öðrum sér til ávinningar. En þið elskuðuð minnist þeirra orða sem postular drottins vors Jesú Krist hafa áður talað. Þeir sögðu við ykkur á síðasta tíma munu koma spottarar sem stjórnast af sínum eigin óguðlegu girndum. Það eru þeir sem valda sundrungu, þeir eru bundnir við þennan heim og hafa eigi andan. En þið elskuðu byggið ykkur sjálf upp í helgustu trú ykkar. Biðið í heilugum anda, látið kærleika Guðs varðveita ykkur sjálf og bíðið eftir að drottin vor Jesú Kristur sýni ykkur náð og veiti ykkur eilíft líf. Sumir eru efablandnir, sýni þeim mildi. Suma skuluð þið frelsa með því að rífa þá út úr eldinum, sýnið sumum óttablandna mildi og forðist jafnvel klæði þeirra sem flekkuð eru á synd. En Guði sem megnar að varðveita ykkur frá hrösun og láta þur koma fram fyrir dýrð sína lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottin vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald frá alda öðli, nú og aldir alda. Amen. Amen. Congratulations, you just read a whole book of the Bible in one sitting. Nú erum búin að lesa heila bók Biblíunar. I love this. I think this is so beautiful that we can get to do this together. Og mér svo fallegt að við getum komið að þessu saman. You might have now listened the first time to this book, to this letter. Kannski hafið þið hlustað á þetta bréf í fyrsta skipti. And you've noticed there are some kind of interesting things in there. Og það eru svona athyglisverðir hlutir í gangi. Talking about the person named Enoch and Balaam and angels. Tala Enok og Balaam og einhver engla. For this sermon, I just want to inform you that I won't go into these things. Ég ætla ekki að fara beint inn í þessa hluti. Jude, he called, Judas is his name, not Judah, that's true. Judas, yeah. Jude did include those extra biblical resources, as we call them, those are extra biblical writings. So they are not divinely inspired, but he used it in his letter to prove a point. Judas notaði þessa einstaklinga til að benda á viss atriði. So now we have people in here, you've been longer in the faith, you maybe know that, but I always find it important that we explain right, like why does the writer use those things? Og við sem að kannski erum komið lengra í trúnni, við vitum þetta, en við þurfum að you lost me. Why would he use those stories in his letter? Af hverju notar hann þessa menn í þessu bréfi? Because what we often forget is that the people that were receiving the letter, they were very used to those writings. Við gleymum stundum að fólki sem að tóka á móti þessum bréfum, þau voru kunnu þessum skrifum. That's what they grew up with. Þau ólust upp með þessi skrif. Jewish history was all present in the early church ages. Og gyðingdómurinn var
ríkur í kirkjunum á So þessum the people tíma. who received the letter of Jude, they knew what he was talking about Þannig að þeir sem tók á móti þessu bréfi, þeir vissu hvað hann var að tala without needing explanation. án þess að þurfa á útskýringu að But halda. for many of us, this is new. For me, this is new. En fyrir Was okkur í new. dag þetta kannski nýtt. And it can make us like not want to read those little letters or this little letter because we feel like, oh, I don't understand. Og við kannski svona berum það fyrir okkar að lesa þessi bréfi þegar við bara skiljum ekki. But the main, when we look at Judas, And at the there is- letter of Jude, En þegar við skoðum þetta bréf Júdasar, now we have it in one, we have read it once, right? We have read it once out loud together. nú erum við búin að lesa það einu sinni saman. What are some things that you feel like are a theme in what you've heard? What is a theme? Like what is Yeah, something that you feel like, I'm making this a bit interactive. Hvað svona þemað sem að við So you can sjáum? talk to me. What do you see, do we read in the Hvað- Word of God? Hvað sjáuð In þið the í- letter of Jude, what is he doing? Hvað sjáuð þið í þessu bréfi? Hvað er hann að gera? He's warning, yes. Hann Warning against var okkur við einhverju unfaithful people, and there is a clear language of judgment, right? og það er svona skýrt Talking about the examples of those who have been judged. já, tala dóm, He talks about lordship, right? hann talar svona Like that Hvað segirðu, Jesus is our lordship? Lord and Savior. já, drottin að Jesús drottin okkar. But I think what Finney pointed out, this is the main point of the book. En það sem að Finni benti á, ég held að það sé megin hluti bókarinnar. The Jude is bréfsins. writing to warn us. Hann að skrifa til að vara okkur við. Who is us? Og hver eru við? So we know that the book, we see the letter is written Við sjáum að brefið skrifað to those who are called, til þeirra sem eru kallaðir beloved, og elskaðir and kept for Jesus Christ. og Verse 1. sem elskaðir hefur og kallaðir og Jesús varðveitir. So Jude writes to those who are called Og þannig að Júdas hann talar Beloved. til þeirra sem eru kallaðir og elskaðir and kept for Christ. og þeir sem eru varðveitir. That's us, right? Það eru við. He's not writing to to the Romans, to the church in Romans, or he's not judging a nation. Hann er ekki að tala bara til kirkjunar í Róm eða And oftentimes when we see this kind of language, as we see in Jude, it is from a prophet in the Old Testament that Oft- proclaims doom and gloom and judgment. og þegar við sjáum svona þá er það oft eins spádómar Gamla testamentisins. But he speaks to the body of Christ, Hann er að tala til líkama Krist, to those who are called. til þeirra sem eru kallaðir. What does called mean? Hvað þýðir að vera kallaður? Called means set apart, Kallaður þýðir að vera tekin til hliðar. consecrated. Consecrated, Helgaðir, set apart for him. tekni til hliðar fyrir hann. I find it very interesting that when Jude starts to write, Mér finnst ekki að athyglisvert þegar hann byrjar að skrifa, he calls himself Jude, a servant of Jesus Christ þá talar hann sem þjónn Jesú Krist and brother of James. og bróðir Jakobs. So right in the beginning, he made it very clear where his identity lies. Hann gerir það skýrt hvar auðkennið hans er. His identity leads in the fact that he is a bondservant to Jesus Christ. Það auðkennið hans að hann þjónn Jesú Krist. He acknowledged the lordship of Jesus Christ over his life, Hann viðurkennir að drottin Jesús drottin yfir hans lífi. even though Jesus was his brother. Jafnvel þó að Jesús hafi verið bróðir hans. So he recognized Jesus, this Savior, his lordship over his status as a brother of Jesus Hann Christ. viðurkennir, hann drottin yfir sínu lífi And right away he sets the tone, og strax þá setur hann tónin because that's where the authority lies. því að það er það sem að vald okkar liggur. The authority lies under the lordship of Jesus Christ. Að vald okkar liggur í Kristi Jesú. It does not lie in any of our positions. Það liggur ekki í stöð okkar It does not lie in any status. eða stöðu. It didn't matter if he was the half brother of Jesus. Það skipti ekki máli þótt hann hafi verið hálfbróðir What Jesú. mattered that he recognized he needed Jesus Christ as his own Lord and Savior. Það sem skipti máli hann viðurkenndi hann þurfti á And that's Jesú the Kristi tone að he's halda sem setting right frelsara away. sínum. Og það tónnin sem hann setur strax. When we go farther to verse 3, I take you a bit through the book. Ég ætla að taka ykkur aðeins í gegnum brefið. He says, beloved,
Hann segir þið elskuðust. although I was eager to write you about our common salvation. 3, yeah. Já, þið elskuðu mér var það ríkt í huga að rita ykkur sameiginlegt hjálpræði okkar. I found it necessary to appeal to you to contend for your faith. En nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvetja ykkur til að berjast fyrir þeirri trú. To contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Já, berjast fyrir þeirri trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. So Jude initially wanted to talk about the beautiful salvation that we have in Jesus Þannig Christ. Júdas hann vil tala þessa yndislegu frelsun sem við eigum í Jesú Kristi. So when he talks about the faith that you all knew, that was communicated to you, Þannig að þegar hann talar þessa trú sem að við þekktum, sem var búið að segja okkur frá, he's referring to the very basics of the gospel. þá var hann að tala svona grundvallaratriði fagnaðareinindisins. And maybe at the end you know where I'm going with this sermon. Sumir ykkar vita kannski hvert ég er að fara. Because we do live in a time where the simplicity of the gospel is being twisted and perverted. Af því að við í dag þá lifum við á tíma þessum að But when he fagnaðarerindið talks about the snúið. faith, the common faith, En þegar hann talar þessa trú, he talks about the death, burial and resurrection of Jesus þá talar Christ. dauða Jesú Krist og greftrun og upprissu. He talks about the repentance of sin, Hann talar iðrun á syndum, the baptism in the water, skírn í vatni, and he refers to the teachings of the apostles and the teachings of Jesus Christ og hann talar kennslu postulun og kennslu Jesú Krist, about upright moral living. Svona móralsleg rétta hvernig lifum rétt móralslega. So that tells us that this is a church that has received the instructions and the teachings of Jesus Christ. Þannig að þetta var kirkja sem hefði tekið á móti kennslu Jesú Krist. They have heard about the words of Jesus, the Sermon on the Mount. How do you treat one another? What does it mean to live in humility? What does it mean to live in holiness before God? Þeir hefðu heyrt kennslu Jesú fjallræðuna, hvernig þú ert að lifa heilugu lífi. This is a message that they knew and Þetta have var heard. boðskapur sem þeir heyrt og þekktu. And he would have loved to expound on this, to encourage them. He would have loved to write about this to them again. Og hann hefði elskað að skrifa þessa hluti aftur. But then he says, I write to you to contend for the faith. Sorry, I missed it. So he was writing to them he wanted to write about the salvation, Hann vildi skrifa til þeirra frelsunina. but he felt the pressure to remind them about what they received about faith, the teachings they have received. En hann vildi tala þá kennslu sem þeir fengið trúna. Verse 3 and then 4. Þeir elskuðu mér var það ríkt í huga að rita ykkur sameiginlegt hjálpræði okkar. En nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvetja ykkur til að berjast fyrir þeirri trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. Because it shows, in first verse, shows that very clearly, Það sýnir okkur mjög skýrt í þessum versum. that there was a shifting happening in the church. Að það var einhver breyting sem átti sér stað í kirkjunni. A shifting from the truth. Breyting, þau fóru frá sannleikanum, A subtle drifting from the teaching they have received. fóru frá þessar kennslu sem þeir höfðu fengið And the twisting of the truth. og svona búið að snúa upp á sannleikanum. Actually, his language is very strong. Og tungumál hans var mjög sterkt. He said, people came in who pervert the grace of our God into sensuality. Verse 4. Nokkri menn hafa laumast inn í söfnuðinn, það eru óguðlegu menn sem misnota náð Guðs okkar til taumleysis og afnota okkar eina lágari drottni Jesú Kristi fyrir löngu að rita þennan dóm sem biði þeirra. And deny our only Master and Lord Jesus Christ. Já, afnota okkar eina lágari og drottni Jesú Kristi. So I don't think what Jude is addressing here is not necessarily like a false teaching. Og ég held að það sé ekki endilega það sem að Júdas er að tala sé einhver falskar kennslu. In the New Testament we come a lot across about what we call Gnosticism. Við sjáum oft að tala narcissisma. So there were false teachers who would deny the divinity of Jesus. Það voru falskennara sem afneituðu denied the divinity of Jesus, that Jesus is fully man and fully God. Afneituðu guðdómi Jesú Krist.
And we come across a teaching that teaches you need more, you need mysticism, more experiences than only Jesus' salvation. Og það eru menn sem að kenda að þú þurftir eitthvað meira heldur en bara Jesú Krist. This is not the case in the letter of Jude. En það er ekki málið í bréfi Júdasar. He's very clear that it is a perversion of grace. Hann er alveg skýr að það er fyrir náð. It is a perversion of the understanding of grace. Að við þurfum að skilja náðina. Is it a perversion that leads us to believe that God's forgiveness is endless no matter how we respond to Him? Við þurfum að skilja að fyrirgefning Guðs er endalaus. Hvað segirðu? Já, það er að afbaka. Já. I just pray, Father, I pray for a flow of the translation. Lord, I pray for a flow of this preaching. I know that this is on your heart. Lord, I know that you want to speak to us this morning, and I just thank you for that in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. This is something that has cooked in me for a long time to preach about this, and I feel the fear of the Lord on it. Þetta hefur verið lengi í hjarta mínu að predika And I find it very important to tell you that I'm not coming from a judgmental angle here, Og ég er ekki komin hér sem dómari, but I come from an angle with the urgency en ég kem með svona áræði. that we stand fast and bold in what God is telling us. Það skiptir máli að við stöndum á orði Guðs. So it was not false teaching by words, Þannig að þetta var ekki falska kennslur með orði, but it was false teaching by conduct, behavior. heldur með hegðun. And the danger that he is addressing, Jude, Og það sem hann er að tala til, hann Júdas, that it has not been addressed beforehand, that it has been tolerated within the church. já, það hefur verið svona umborið í kirkjunni. A couple of weeks ago, I went to London and I was using the underground train. Fyrir nokkrum vikum hann var í London, var í neðanjara lestakerfinu, And then the Metropolitan Police, they put like signs everywhere og það voru skilti út allt, where it said, see it, say it, sort it, að sjáu það, segið það, sort it. sortið. It will be taken care of. So you see it, you say it, and it will be taken care of. Þið sjáu það, þið segið það og þið greiðu úr því. Meaning that you have to be vigilant when you take the tube in London, right? So if you see something that is suspicious, you call in the authorities, you make a call. Ef þið sjáu eitthvað sem er grunnsamlegt í neðanjara kerfinu, þá hringið í yfirvöld. And they will react to it, right? Og þeir bregðast við því. They will sort it out. Þeir munu greiða úr því. And that is exactly what Jude is doing. Og það er það sem að Júdas er að gera. When we go a bit further, I want to take us a bit into the Old Testament. Og þegar við förum lengra á vilja aðeins taka ykkur í Gamla testamentið. And when we see from verse 5 to verse 6 Og þegar við sjáum and 7, frá versi 5 til 7, it talks about very specific about 3 sins þá talar hann 3 hluti, or 3 ways of misconduct that he identified in the church. eða 3 hluti that 3 misconducts that he identified in the church, in the body of Christ. hjálpið mér, misconduct. Já, 3 hluti sem að sér er í gangi í kirkjunni. Röng hegðun. So he takes them to remind them about the story of the Israelites. Og hann minnir það á söguna Ísrael. How God took them out of Egypt. Hvernig Guð tók það út úr Egyptalandi. How he prepared a way for them out of the land. Hvernig hann gerði leið fyrir það út úr landinu. How they saw his power. Hvernig þeir sáu kraft hans. How they saw him provide for them. Hvernig þeir sáu að hann sá fyrir þeim. So they experienced the miracles, Þannig að þeir fengu að upplega but they kraftaverkin, resisted his voice. en þeir stóðu gegn rödd hans. Even when he delivered them out of Egypt, Jafnvel þótt að hann bjargaði þeim út úr Egyptalandi, onto the way to the promised land, inn á leiðina inn í fyrirheitnalandið, Egypt was still burning in their hearts. þá Egyptalandi ennþá brennandi í hjarta þeirra. They were not able to submit to his leading. Þeir gátu ekki beitt sig undir leiðsögn. And Jude reminds his readers that the consequences for that lack of submission, this rebellion against Og God, Júdas minnir það á
á þennan atburð þegar þau gátu ekki beitt sig undir Guð og heldur fór í uppreist gegn Guði led into death of a whole generation. sem að leið til dauða heilla kynslóðar. As you remember, the Israelites had to wander for 40 years Ísraels menn þeir gengu eyðimörkina í 40 ár. until the first generations of those who left the land of Egypt died. Þangað til að fyrsta kynslóðin sem að fór úr Egyptalandi dó. So very clearly Jude says, lack of submission, disobedience, rebellion against God Þannig að Júda segir að þegar þú hlýðir ekki orðið Guðs og ferði uppreist gegn Guði, will lead to death. það mun leiða til dauða. And the second one, so we see people were delivered but not surrendered. Þannig að fólk það var frelsað en það var ekki undirgefið. And the second example he gives us is the fallen angels. Næsta dæmi sem hann tekur eru fallnir englar, This takes us all the way back to Genesis 6. sem tekur okkur alla leið til í fyrstu Mósebók. And we know that this is also what we commonly known as the second wave of rebellion against the order of God. Og við þekkjum þetta sem seinni uppreist gegn Guði. It's when the angels had sexual relationships with the daughters of men. Þegar englarnir hefðu kynferðislegt samband við dætur manna. And in a matter of fact, the rebellion was so great that this was the ultimate sin that led to God bringing the flood to the earth. Og þetta var sú synd sem leiddi til þess að Guð kom með flóðið yfir jörðina. It's where God decided to wipe out the whole world again. Þegar Guð ákvað að þurrka út allan heiminn. Because there was a disobedience to the authority of God's order. Af því að það var óhlýðni gegn Guðs reglu. Where God had placed the angels. Þar sem að Guð hefði sett englana. And the result for the angel is that it says that they are bound in chains in utter darkness. Og afleiðingin fyrir englana að þeir eru bundnir í ystamirkur. The term utter darkness refers to hell. Og þá verður að tala helviti. They're bound in the lowest of lowest places. Þeir eru bundnir í hennu lægsta af öllu því sem að lágt So Jude chooses quite intense examples Þannig að Júdas hann of people receiving judgment. Hann velur stórar myndir. And the last one is Sodom and Gomorrah. Og síðasta Sódóma og Gomorra. And I think many of us, we've heard the story in the Bible as well. Mörg okkar hefum heyrt söguna úr Biblíunni. We see that in Genesis 19. Við sjáum það í fyrstu bók 19. And Gomorrah and Sodom and Gomorrah, they stand for a total moral decay. Og Sódóma og Gomorra standa fyrir algjöru, hvað hefur að segja, siðleysi. And actually, it used to be the most beautiful location in the ancient Near East. Og þetta var fallegasta staðsetning í Miðausturlöndum. Where Sodom and Gomorrah was, it was very fruitful. Það var mjög gaf mikinn ávöxt af sér. They had a lot of fields, fertile ground where they could produce crops and where they had like a lot of animals. Með akra sem gáfu af sér uppskeru og með mikið af dýrum. So it was extremely fertile and well watered. Þetta var land sem gaf mjög vel af sér. It had a very strong economy. Og sterk efnahagslega. Abundance of food and a comfortable life. Nóg af mat og þægilegt líf. It was a land that was overflowing with the goodness of God. Þetta var land sem var yfirflæði af góðvild Guðs. But we see at the end when God came and did bring judgment on Sodom and Gomorrah, it was overflowing from lawlessness. En við sjáum að þegar Guð kemur með dóm yfir Sódóma og Gómoru vegna siðleysi þeirra. Sodom and Gomorrah is a picture for absolute rejection of God's authority. Þetta mynd sem hafna algjörlega reglu Guðs og hans yfirvaldi. It shows the hard heart of people, the willingness to compromise. Hart hjarta fólk sem tilbúin til að gera málamiðlanir. And in Genesis 13 it says that God saw how wicked they were and how greatly they sinned against God. Það segir að Guð hann sá hversu illt hjarta þeirra var og hvernig syndguðu gegn honum. So Jude uses the image of Sodom and Gomorrah Þannig að Júdas notar þessa mynd af Sódómu og Gómoru
to hold up a mirror to the congregation til að halda uppi svona sem spegli fyrir söfnuðin and asking, og spurði, are you discipled by a spirit of Sodom and Gomorrah? eru þið lærisveinar af anda Sódom og Gómoru? Because that what he was calling out. Af því að það var það sem hann var að tala A spirit of the world that has settled within the church. að andi heimsins sem var komin inn í kirkjuna, That profanes God's holiness. sem að fór gegn Guðs heilagleika, That profanes what God has said in authority and deemed as this is right. fór gegn því sem að Guð hafi sagt þetta það sem rétt. And I believe this sounds very like so. I feel like this is like a gloom teaching, but I find it so urgent that we of the church we are awake and alert. Og mér finnst það skipta svo miklu máli að við sem kirkja séum vakandi og séum á Because varðbergi. matter of fact, we are discipled by the spirit of Sodom and Gomorrah. Af því að við getum farið eftir þessum anda Laws Sódom are og being Gómoru. passed that allow abortion up to almost full end carrying of a baby. Það verið að samþykja lög þar sem að leyfir fóstureyðingu bara næstu því alveg af fæðingu. Life in our society is reduced to tissue. That we call it a tissue Já, við köllum það vefi or a choice eða val. with all this pro-choice movement that we are facing. Já, þetta okkar val sem við stöndum frammi fyrir. Sexual immorality. Kynferðisleg óhreinleiki. We're introduced to it everywhere. It's being normalized to our children. Það bara þetta gert eðlilegt fyrir börn okkar. You can choose your gender. Við getum valið hvaða kyn við erum. God loves everyone. You can love everyone. Guð elskar alla, þú mátt elska alla. We're getting told that the experience that we have with God stands over the word of God. Og okkur kent að upplifun okkar stendur ofar And that's orði exactly Guðs. what Jude is talking Og about. það það sem að Júdas að tala Our experience have to submit under the lordship of Jesus Christ. Já, að það sem að við upplifum að það þarf að beygja sig undir orð drottins Jesú. I believe God gives us experiences when He calls us, when He saves us. Guð, hann gefur okkur upplifanir þegar hann kallar okkur, þegar hann frelsar But okkur. then He gives us choices to make. Og svo gefur hann okkur val, Because grace is given freely to us. af því að hann hefur gefið okkur náð sína. But if we understand grace, it will lead us into greater holiness towards God. En náðin hún á að leiða okkur undir meiri heilalega undir Guði. If it's grace that is only sold cheaply, Ef það bara náð sem ódýr, it will not produce holiness. þá leiðir hún ekki af sér And heilalega. that's what He's saying. Það það sem hann að The segja. grace of God has been perverted to a license to sin. Að náð Guðs, það orðið svo leifi til þess að synga. I believe for us as a body of Christ, Ég trúi því að við sem líka með Krist. I was yesterday, I was at the youth camp, Í gær þá var ég á unglingamóti and I thought I had a hard time as a teenager, og mér fannst það eins og ég hafi átt erfiðan tíma sem unglingur. growing up in a very Catholic area. Að ég ólst upp á mjög kaþólsku svæði. The worst I was confronted with was that people were asking me, what, are you like, you not believe in Mary? Og það versta var að þegar maður heyrði, trúir ekki á Maríu? Of course I believe in Mary, but I don't believe she's a saint. Jú, ég trúi á Maríu en ég trúi ekki að hún sé. But now teenagers are confronted with like, well, who do you tell me what I am? En nú standa unglingar og segja bara, hver er þú að segja hver ég er? And it's just, there is an endless opportunity, endless choices that we face. Það endalaust tækifæri og endalaust val sem við stöndum frammi fyrir. And we need to learn how to submit it under the authority of Jesus Christ. En við þurfum að læra að setja undir vald Jesú Krist. How do we as a body of Christ stand firm and content for our faith? Hvernig við sem líka með Krist stöndum í trú okkar. The word content in the Greek, I had to write it down. Sorry, I will read it to you. Þetta orð content, við með það. Ha? Sáttur. It's called epagonizo-mai. Epagonizo-mai. So you see, it's to agonize. It has the word agonize in it.
Hvað séru? Content, not contentment. That's very different. To be contending, it's to fight. It's not content. This is very different. Content is to be satisfied. But contending is to believe there is change possible, and I'm going to fight for the truth, and I'm going to not let loose until I see this come to pass. That's contending. And that's what he is asking the church to do. See, that's good that we clarified this. We have to be satisfied in our faith. But there is the other part, it's ongoing. So it's not like a one-time thing. When we give our lives to Jesus, when we surrender under the lordship of Jesus, that's the life we're getting into. It's the contending for the fight, for the faith, the fighting for the truth of God to be established in our world. That's what it means. The kingdom of God is at hand. That His truth will be established and not the truth of the spirit of the world. So that's why He asks us to stay alert, to report, which leads us to the place where it brings back the question to us, where do I stand in my faith? Amen. Hvar stöndum við í okkar trú? Where do I stand in my own convictions? Hvar stend ég í minni sannfæringu? Where do I let the Lord correct me? Hvar leyfi ég drottni að leiðrétta mig? Where do I let the spirit of this world disciple me? Eða leyfi ég anda þessa heims Big topic in the að kenna church. mér? Hardly talked about, but I have many conversations with people. Ég hef átt mörg samtöl í fólk. We talk a lot about sexual purity, which I think is very important. Við höfum talað svona kynferðislegan hreinleika. We live in a society where pornography is everywhere, it's widely accepted. Við lifum í samfélagi þar sem að klám út allt. Even within marriages, it's not enough to just one man, just one woman. You need to have other input. Og þegar jafnvel í hjónabandi þá þurfum við eitthvað meira. Masturbation is sold as self-care. Sjálfsfróun talað It's a whole business. Þetta heill iðnaður. Which sells you something that gratifies your flesh. Að við erum að vera að selja okkur eitthvað sem að fullnægir holdinu. Sex outside of covenant. Kynlíf fyrir utan hjónaband. Covenant is mocked by our society. Og hjónabandið bara, það gert grín að því. It's reduced to an agreement under the law. It's reduced to a contract. Það bara gert að þetta einhver samningur. Where do we stand with that? Og hvar stöndum við? Where do we let the Word of God really disciple us? Viljum við leyfa orði Guðs að kenna okkur? And where do I take offense? Og hvar ætla ég að móðgast? I believe one of the main problems in our churches today is the fear of offense. Og ég held að eitt af vandamálum í kirkjunni af sem hrætt við móðgun. I know I ruffle some feathers today. I ruffle some feathers today. Ég búin að ífa upp. But that's exactly what Jude is talking about. En það þetta sem að Júdas að tala He says it's like a ship on sailing above hidden reefs. Og þetta eins og Reefs. skip sem að siglir á. Compromise, cowardness in the church that is not being addressed will lead people to fail. It will lead into judgment. It will lead into death, spiritual death. And this is something we don't really like to have preached to us because we're comfortable with feeling good, feeling content. But then there is someone who dares to confront you with what I see in your life. And even we're not able to see that there is a heart behind that wants to call you to a higher standard, just as Jude said, because you're called. You're set apart.
I know I needed this in my life very much. I still need it. I still need people to talk into my life because I have so many blind spots that I don't see. And I don't want to be discipled by a culture that does not let me be the light, the salt of the earth. It's so easy for us to profess that Jesus is Christ and Lord with our mouth. But this is different. This is conduct. This is living, daily living. Jude is reminding us, don't you dare to minimize the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Don't you preach about grace without taking judgment out, without taking sin out. He uses very strong language, so is it okay if I just go? This is something that makes me passionate, and I think that's why it's hard for me to wait for you. How then are we supposed to speak to people and confront in love? And he gives us the perfect example of this, and I want you to go with me to verse 23. Let's do verse 17. But you must remember, beloved, the predictions of the apostle of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers following their own ungodly passions. That's just what I talked about. See, God is not surprised about this. God is not surprised about the spirit of the world. It has been existing all the time. It was there from right the beginning. That's why the Bible tells us we're not fighting against flesh and blood. We're fighting against the principalities of this world, following their ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit. This is harsh language. He talks to Christians. He's asking, are you full of the Spirit or are you devoid of the Spirit? Are you acting in the flesh or are you submitting to the Lordship of Jesus Christ? He said, but you. He calls us, but you. After all, he mentions this, but you, beloved, building yourself up in our most holy faith and praying in the Holy Spirit. Building yourself up in the most holy faith, reminding them again, this is what God taught you. Repentance of sin, living a godly conduct, moral righteousness, living in holiness, in godliness before Him. Build each other up, praying in the Holy Spirit. Keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. He talks about the communion of the bride, the communion of the saints together. That's why it's so important that we have a church, that we have people around us that see us, that can disciple us, that can teach us. And then he says, and have mercy on those who doubt. Verse 23, save others by snatching them of the fires. Save others by snatching them out of the fire. If you see your child walking towards a big bonfire, you don't let it just run towards the fire. You go and you say, no, don't go farther. This is dangerous. This will burn you. This is exactly how we are supposed to do this. But he says, do it in mercy and love and kindness. But he urges us, you have to speak out. We cannot let people run into their own destruction. There's another one that is later on he says, to others show mercy with fear. And then he says, and this is very strong because he uses the word hating. This is the only one in the New Testament that this word is being used so strong in here. Hating even the garment stained by the flesh. What does that mean? He says, picture. He says, this is sin. It's wrapped around like this around people. So when we call people into greater holiness, exhort people, it's not this
what we are hating. It's this what we are hating. Because we know it stains the soul, it stains the people, and it is contagious. But he tells us you have to hate everything that is contaminated by sin. So it demands from us that we know what is God asking of us. It demands of us that we stay close to him. So that when something comes that is against his holiness, that is against his character, it's against his nature, it will immediately appall us and put us away. But at the same time, his mercy and his compassion will lead us to come to this person and say, hey, there is a better way. Let me teach you, let me show you. But that demands that my life has to speak louder than my words first. And that's a challenge to all of us. James, Jude's half-brother, who also wrote a letter in the book, he talks about a faith without works is empty. And that we have to walk or talk. We have to do what we are saying. There is an urgency for us as the body of Christ to contend for our faith. To not be silent when there are conversations that make us uncomfortable. And I sometimes like, oh no, don't ask me anything. That would be my first response. But then God reminds me, but this is what I have called you to do. This is what I have you set apart for. To be the salt and the light and to lead people into my closeness towards me so that they can become sanctified. That they can become vessels of me. Verse 24, he says, now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. It's not us. We don't keep ourselves in the path of holiness. It's him sustaining us when we stay close to him. That's our part. We stay close to him. We devote ourselves to this. We devote ourselves to coming together with the body of Christ and to pray, to fast, and to be taught, to be exhorted, to be disciplined, to be corrected, to examine our hearts. Where did I let the spirit of the world lie to me? And where do I not display the image of God to others people? But that's the beauty of it. That's who God is. He says you don't have to do this all by yourself. And yes, there is the urgency that God will come. The Revelation is very clear about this. He will come to judge the world in righteousness. There will be a day where all of us, we will face God. But we can stand there because of the beautiful exchange of Jesus Christ, who took our sinfulness and gave us his righteousness. But we're still being held accountable. So I want to urge us this morning to contend for faith. That we would let the urgency of God, of his word, of his truth, of his authority guide and lead us. And he will lead us through those difficult conversations. Because one thing that we have to remember, we don't struggle against flesh and blood. We don't convert the mind. We're talking to a spirit. And there is a need in people to encounter the Spirit of God through Jesus Christ. To the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Thank you for bearing with me. I come to the end of my message. I said many things that I didn't plan, and a lot of things that I planned I didn't say. But Father, I thank you. Because soon and very soon we are going to see the King. Father, I thank you for the grace time we're living in. But there is an urgency in your heart that we may become blameless before you, which doesn't mean perfect, but blameless by the power of the Holy Spirit, by living a life that is glorifying you. The Bible tells us that it calls us to live a life worthy to our calling.
Our calling is to be set apart for Him. Father, I thank you today as you keep continuing speaking to our hearts. Holy Spirit, I pray that you in your kindness would just come, and I know that you would take many by the hands and say, this is something, would you give it to me? I'd teach you a better way. And Lord, I pray for boldness in our workplaces, boldness in our family, to clearly point to you, to clearly point to the order that you intended, not because you want to control, because God, true freedom is found under your authority. True freedom is found when we submit to your Lordship. So Holy Spirit, I thank you for today. I thank you for your word, and I thank you that you have grace with us, and that you keep us from stumbling, that you present us blameless before Him. Lord, I thank you for the freedom that you have accomplished it all already. Thank you, Holy Spirit. Amen. If you want to respond in prayer and you feel like you need to respond before God, please take this time in worship and communicate with God in your heart, what's going on in your heart. And I'm also very willing to pray for you and with you. I'm in need of people praying for me. This is the beautiful thing about the body of Christ, that we do this together. We are in this together. Amen. 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 Eins og hún segir, ef þið viljið bregðast við þessum orðum hennar í dag, komum fram fyrir Guð þar sem við bara erum eitt, bara ein frammi fyrir honum. Ekki hugsa það sem er við hliðina á þér, ekki hugsa það sem er fram að þig, aftan þig. Þetta snýst þig og Guð. Erum við tilbúin til þess að beygja okkur undir hans orð? Erum við tilbúin til að beygja okkur undir hans vilja? Erum við tilbúin til að beygja okkur undir það sem hans orð segir? Erum við tilbúin til að helga okkur? Að taka okkur út úr þessum heimi sem við búum í? Beygja okkur ekki undir það sem að heimurinn kennir og segir, heldur stíga til hliðar og setja okkur undir hans orð. Og mér finnst svona áskorun á okkur í dag að þetta er alvarlegt og að við tökum þetta alvarlega. Að við tökum með orð hans alvarlega. Að við séum tilbúin til þess að beygja okkur undir hans orð, hlýða hans orði og vera heilög eins og hann er heilagur. Það er það sem orðið segir, verið heilög eins og hann er heilagur. Þannig að komum bara fram fyrir Guð núna, bara eitt og sérhvert. Segjum honum að ég er tilbúin. Ef það er eitthvað í lífiðinu sem þú þarft að gefa upp, gefðu það upp. Helgum okkur fram fyrir honum. Amen.
svo gleðin mín. Þúsund sinnum halleluja, hér til dýrðar syngjum við. Þú einn átt minn hug og hjarta, tilbið og ég elska þig. Já, Jesús, mitt líf er